En ef við reynum þá að flokka sálman eftir stöðjum trúarlífsins og ég rakst á höfund að það var í inngangskvæði bók sem ég las Gamla testamentið að það mann sem benti á, Harrison heitir hann, reyndi að ekki að flokka sálmana eftir hvernig það var notaður, að kalla sætsingripin eða einar aðstæðuna sem sálmanir voru notaðir í helgihaldinu, heldur meira sem tilfinningar. Þetta eru trúarstef sem eru í sálmanum. Hann greindi sem þetta 8 stef og mér langar til þess að renna yfir það. Það bænir og angur, svona aðeins haga því eftir okkur, en þetta ágætt að festi þessi hugtök í huga, við notum þau hans og eftir. Lofgjörð og gleði, angist og iðrun, fyrirbæn og þakklæti. Og ef þið hugsið á þennan texta sem Lúther skrifar í inngangi sinn, þá finnið þið þessar tilfinningar þetta. Það var annars vegar þá lofgjörðin og svo hins vegar angistinn. Þetta að lifa frammi fyrir Guði og svo sjá sjálfan sig og í ljósi Guðs, sem skelfileg tilfinning, samkvæmt Lúther og samkvæmt Davíð sjálfur. En svo líka að það heldur áfram að koma með angrið til Guðs og þá kemur fyrirbænin og þakklætið og að fá reyna bænheyslu. Svo nefnir hann þá aðra flokka sem við höfum ekki tíma til að fara mikið úti, játning trúar á Guði sem konungi. Og þar höfum við til dæmis í okkar sálmaarfi víst eftir Jesú konungur klár, sem bara þetta stef í rauninni hjá okkur. Svo íhugun og viskan í lögmáli Guðs, og það kölluð spekiljóð, fyrsti sálmurinn dæmi það. Sæll þessan maður, eigi fyrir að ráðum óföðverða, eigi gengur að vegi syndra og eigi situr í hópi hálfgjafra, heldur hefur yndi af leiðsög drottins eins og Gunnlaugur vill hafa það og hugleiði lögmál hans dag og nótt. Það þessi spekinn og snýst það að vilja njóta leiðsagnar Guðs. Og svo það blessunaróskir og bölbænir. Það það, eigum við að strika yfir þær. Það var prestur í Laugarnesi sem hafði strikað yfir ákveðna texta í Altarisbiblíu, það víst. Þannig getum við ekki farið með þessa texta. Þetta verður að taka þá eins og þau gerir. Og ég held að sé þannig með Guðsorði sem við höfum hérna í þessu formu og Davíðsálmur eins og þeir eru, að við höfum að horfa eins og koma fyrir. Þannig eigum við að lesa það. Þannig eru mannlega tilfinningar. Það er þess að við erum að fjalla í kvöld. Þær koma hann. Og ef við setjum okkur inn í aðstæður þar sem öll ríkin hann í fornheimunum voru eins og nasismi Hitlers. Þeir var eitthvað komið upp á, það voru bardagar og það var bara að klára það og borgin var eitt. Kannski róttunar í það. Allt kvikt drepið. Þá áttum við okkur á í hvaða samhengi þessi sálmar að spretta fram. Það var í lífsháskólanum. Og þá við þurfum ekki lengi að skoða það sem í kringum okkur í dag. Og flóttamanna vandinn strax farin að vekja óþægilega tilfinningar hjá okkur. Hvernig tökum þá við það? Sumir gerðu þannig að byrja bölbænir yfir moskum sem á að fara að byggja hér. Framkoma sem algjörlega ósamandi fyrir alla. Svo að það eru ýmsar skýringar en það þó öðruvísi með Davíðsálmann að þar höfum við þetta að Guð sá sem dæmir. Það hans. En þetta voru stríðsmenn. Það voru hermenn. Davíð var herkonungur. Svo að í því samhengið þá lítur þetta kannski aðeins öðruvísi út.
Og svo vandamál bænarinnar og þjáningin hef ég nefnt 8. flokkin. Og það ef við lesum fyrsta sálminn, sem skoðum rétt á þetta, þá allt svo slétt og fellt. Það þessum tré gróðursettu á lindum. Það ber ávöxtun á réttum tímum, blöð þess visna ekki. Allt sem að gera í lánartón. Og það það sem ritskýringur Davíðssonar seinni tíð hafa séð að getur þetta staðist. Getur líf trúars manns verið svona slétt og fellt. Svo flettum við aðeins, þá kemur hver harmsálfurinn á fætur öðrum, hvert angurljóð á fætur öðrum, og Guði spurður í 13. sálminni hversu lengi drátti. Svo að það eru fleiri líftir, og þetta fyrsti sálminn hefur verið settur þarna í upphafi til þess að vera inngangur, en svo koma aðrir sálmar sem taka á við þetta, eins og 73. Davíðssálmur, sem eiginlega vera að taka þá við þennan vandamál bænarinnar og þjáningarinnar. Og svo liður sem ég vil bæta við, Kristur í. Ég vil aðeins að laupa hér yfir, lesa sálminn hér, fyrsta sálminn. Sæll sá maður eigi fyrir að ráðum ókvölar, eigi gengur af vegi syndaranna og situr í hópi þeirra hafa Guð að háði. Heldur hefur yndi af leysu drottins og hugleiðir lögmál hans dag og nótt. Hann sem tré, gróðursett hjá lindum, það ber ávöxtun á réttum tíma og blöð þess visna ekki. Allt hann gjör í lánartónum, svo fyrir eigi hinn óguðlega, heldur sem sáðum vindur feiki. Og ef við skoðum formið, sem ég uppgötaði að það aðeins meira en ég hélt, að þá ákveðnar hliðstæður, það sama hugsun, þetta hugsanarrím, það sama hugsun endurtekin. Og við sjáum það í setningunni að heldur hefur yndi af leysu drottins og hugleiðir lögmál hans dag og nótt. Það sama hugsun endurtekin með öðrum orðum. Og svo eru sem sagt andstæður við fyrri hugsun, og þá höfum við hérna sæll sá maður eigi, og svo kemur heldur hefur yndi af leysu drottins. Þá sjáum við að hann andstæðuna með hinn óguðlega og þann sem hefur yndi af leysu drottins. Það sett á sem sagt andstæður. Svo það rísandi samstæður, hugsunin þróuð áfram. Og ef við skoðum fyrsta versi, sæll sá maður eigi fer að ráðum óguðlega, eigi gengur af vegi syndaranna og situr í hópi þeirra hafa Guð að háði. Það ákveðin þróun þarna. Byrjar á því að fara að ráðum, svo fyrir að lengra, hann gengur á vegi þeirra. Og svo að lokum hann sestur í hóp þeirra. Og það þessi þróun. Og það ágætt að hafa þetta í huga þegar maður að lesa Davíðssálmana, eins og þeir kannski ljúkast upp aðeins á öðrum hætti. Svo að myndræn samstæða hugsunir myndgerð, og þá höfum þessa stórkostlegu mynd. Hann sem tré, gróður sett hjá lindum, hann rennandi lækjum. Það ber ávöxtun á réttum tíma og blöð þess visna ekki. Allt hann gjör í lánartón. Ég sagði að Jón Þorsteinsson þýddi alla Davíðssálmana á íslensku í íslensk ljóðmál, en það gerir líka Valdimar Briem á 19. öldinni. Og kallaði það bók Davíðssálmar í íslenskum sálmabúningi. Og þetta myndin, og þetta svo fallegt. Sem eig sem blómgast ung og bein upp vex á bakkagrænum og limi þétt á löngri grein lyftir hátt í morgunblænum, speglar sig í fögru fljóti, fagurt brosir sólumóti, angar blítt af grænum greinum, glitrar skært af döggum hreinum, hún aldin ber í tæka tíð og traust hún stendur á síð. Hann sem þetta orti þá alla Davíðssálmana 150 og gaf út í bók með áðana. Hann afi gaf mér Þorkell Vörðsson og mikið trúmaður. Niðurstaða mín Davíðssálmana, þessi skref, að það fjallar allt samband, en það í bænin, samband
manns og Guðs. Það kannski 3 djúpar tilfinningar eða veruleikar sem við lifum í, og það þegar við lifum hátt til Guðs eða fyrir Guðs. Og svo það óttinn, og óttinn hluti af trúarlífi. Viltu við teiknum með þau? Já, ef þið viljið. Ég birti þetta líka á vefnum. Og svo það þekking. Og þegar það tala Guð, þá það Guðþekkingi. Ég talaði þessa 4 grunnflokka, eða grunnstef, það sem lofgjörð og gleði. Og það snýr náttúrulega að Guði. Það að ég gleymi sjálfum mér og lifi Guð. Það angist og iðrun, og það þegar ég horfi inn á við og sé sjálfa mig í ljósi Guðs. Og kemur óttinn, iðrunin yfir í raun og veru hver ég játningin yfir því, ég játa líka hver Guð játningin yfir þetta 2 hliðar, og það getur verið svona uggur, hræðsla. Og þetta tilfinningar sem Davíðsson var tjá, og við tjáum kannski ekki nóg í kirkjunni að túlka eða tjá í raun og veru þessar hliðina á líf okkar. Þetta syndarjátning, skriftir, ein leið í raun og veru að taka á þessum þáttum tilfinningarlífsins í trúnni. Og svo það bæn og angur, þeir eru mjög angurværir, og það svolítið merkilegt að angurljóðin eru fleiri en lofsöngvarnir í Davíðssálmum. Davíðssálmar byrja með spekiljóður og svo koma angurljóðin, og svo þegar fyrir að líða þetta eru 5 bækur einhver, Davíðssálmar, og þegar fyrir að líða bækurnar, þá er að lofsöngvarnir fleiri og fleiri. Það segir kannski dálítið þennan feril, frá í rauninni því að vera bundinn við veruleikana innan, og eignast svo trú og traust á Guði. Og svo sem sagt fyrir bæn og þakklæti, og Lúter hann skilgreinir bænina að það að ákalla Guð í nei. Þetta hann ná alveg að segja það sem bænin að Guð sá sem getur hjálpað, hann frelsarinn, og hann sagt okkur við ákalla hann og byrja hann, og fengið hvatninguna, við fengið lýsinguna á hann okkar elskulegi faðir sem vil ekkert frekar en að vera nálægt okkur og með okkur. Og svo segir hann líka að hinn hliðin að ég sé neyðina, ég horfi á hann, ég veit hann neyð í alvörunni. Ekki bara svona einhverja óljósa hugmynd, ég hef sjálfu gengið í gegnum þetta að finna mig vanmáttugan, en Guð hefur birst mér. Ég held að það sé forsenda fyrir því að við þorum að játa syndir okkar og við fáum einhverja jákvæða mynd af Guði. Annars betra að halda blekkingaferðum og blekkingum áfram. Ég held að það sé hluti af þessu trúarlífi sem við notar. En þá komum við að þessu sem ég hef kallað einlega hringur trúarreynslunar, eða að við getum byrjað á himnanum, byrjum í himnaríki, og það vegna þess að Guð birtist okkur. Hann birtist okkur í orðinu, hann birtist okkur í Jesú, hann birtist okkur í Davíðssálmunum, og við sjáum hver hann og það hátign Guðs sem blasir þær við okkur, og þegar við lítum svo á okkur sjálf, þá vaknar angurljóðið og iðrunin að ég ber mig saman við heilagan Guð. Og þá er að þessi ótti, angistinn, uggurinn, nýt ég gæfu í raun og veru. Er ég sæl, er ég sæll? Og þetta eru sem þetta, það sem ég að segja í rauninni að bænalíf snýst það að horfast í augu við hlutum eins og þeir eru. Og Guð hjálpar okkur til þess að sjá í alvörunni
Og svo heldur það áfram, það er spurning blessunum á bölvununa og hún er miklu rótgrónari í okkur. Við þurfum að biðja, iðka bæn, kyrrðabænina, þá finnum við í rauninni þessa hliðar og verðum að kannast við þar í líf okkar. Og svo kemur bænir og fyrirbænir þegar við höfum áttað okkur á neyðinni, að þá förum við með hana til Guðs og það snýst trúarreynslan, að ég stoppa ekki. Þetta fer með vandan til Guðs og það leiðir til þess að ég öðlast vísdóm. Það er að spekistefi sem skiptir máli. Ég öðlast þennan vísdóm, ég öðlast þekking á Guði, ég öðlast þekking á sjálfum mér, á sköpuninni, tilverunni. Og svo Lúther segir í þessari tilvitnun í inngangi Davíðssálmanna og það leiðir svo til þess þegar ég veit hver Guð er, þegar ég er reyndur, að þá kveiknar líka þakkargjörð. Ég veit að Guð verkar. Og þá kemur hérna, þegar ég komin til Guðs aftur, svo er þetta yndislega sem við höfum í afkvæmsálmunum, ekki eins og sleppt öll. Ég er með Guði hér og nú, ég þarf ekki. Það er bænin. Og við þurfum ekkert til þess að lifa Guð, þess að hann er hér. Hann er faðirinn elskulegi sem veit ekkert annar en að vera nálægt barninu sínu.